Velkomin í Föndurhornið. Í dag ætla ég að sýna ykkur hvernig ég gerði þetta jólatré. Ég byrja því að mála jólatréð grænt. Ég er ekki svona fljót að mála, heldur ég hraðspóla svolítið yfir það sem ég er að mála og gera stóra fleti. Þannig er ég að blanda lit fyrir stofnin sjálfan og þá gerði ég grænan og rauðan. Þá er ég sjálfur sér að blanda saman gulum, bláum og rauðum og þannig býr maður til brúnan. Því grænn er búin til úr gulum og bláum, ekki satt. Bara blanda þetta þangað ég sátt við litin, skelli á stofnin og svo mála ég bakhliðina. Gæti verið gott að fara 2 umferðir ef ykkur finnst liturinn ekki þykja nú. Þannig er ég svo að byrja að finna stað fyrir gildabandi sem að ég langaði að nota til að vefja tréð. Ég bara batt þetta við stofnin. Sá fyrir mér að það yrði kannski þægilegast. Setti smá límpunkt þarna til að þetta yrði nú kjurt. Og svo bara er að vefja eins og maður vil hafa þetta. Bakhliðin verður ekki eins og framhliðin. Sjáu þið, það verður bara beina línur. Og ég legg aðalega áherslu á bara framhliðina. Bind svo hann uppi líka. Svo þetta sé kjört og það er gott að setja límpunkt þar. Líka svo þetta sé bara sínum stað. Það er bara fínt að setja núna límpunkta ef þið ánægð með þetta svona á nokkrum stöðum jafnvel þarna aftan verðu. Svo tek ég tvinna. Það fylgir með líka tvinni sem ég nota til að koma perlunum fyrir og ég tek tvinnan og ég bara vef honum svona utan gildabandið. Þá var þetta að færa kúlurnar svolítið til og leika sér svolítið með þetta. Og svo bara hvernig þið viljið raða kúlunum. Hvaða litið þið viljið hafa eða hvernig þið viljið hafa þetta. En svo fer ég bara svona alla leiðina upp. Bara að fylgja með slatt af kúlum. Þannig þið bara raðið eins og ykkur finnst fallegast. Og bara festa þetta þarna líka uppi við gildabandið. Bind þetta saman. Vef sem sagt tvinnanum og gildabandinu í sitthvora áttina þannig ég geti náð að mynda hnút. Þarna bakhliðinni. Passa að hafa það á bakhliðinni. Svo bara klippa. Og setjum bara aftur þarna örlítinn límpunkt á hnútinn svo hann rakni síður upp. Og sjá ég set líka bara þarna hjá, þetta sé ekkert að fara neitt, þá var þetta bara orðið fast og minnir líkur og eitthvað gefið sig.
Tók þarna bara tannstöngul til að dreifa svolítið úr líminu og koma því þarna undir. Og svo bara setja límpunkta þar sem þið viljið setja stjörnurnar. Og ef þið eigið eitthvað glimmer eða eitthvað heima sem þið viljið nota eða eitthvað smart, þá bara skellið þið því á. Og sjálfsagt líka hægt bara að líma kúlurnar á. Ef þið eigið gott lím, þá það alveg örugglega hægt líka án þess að vera að þræða þetta. Getið prófað það. En það þarf að vera svolítið gott lím. Límstifti myndi ekki duga í það til dæmis. Síðan þræði ég perlurnar á bandið og sjáu því ég fer aftur í gegn kúlurnar. Passa að fara ekki fram á lykkinu sem myndaðist þarna. Sting í gegn og síðan bind ég tvöfaldan hnút þarna. Eða ef þið gerir en svo líka þið gerir eins og ég er að gera núna. Þá nóg að gera einfaldan. Klippi ég af. Ég hef ákveðið að hafa hann tvöfaldan. Og svo bind ég. Ef þið komið hnútnum inn í kúluna þá getur það verið mjög smart. Getur sem að kúlu leyfa það ekki, það er svo þröngt að gatið. En ef þið getið þá það mjög smart. Þá bara sést aldrei hnúturinn. Og svo bara að binda fyrir ofan efstu kúluna. Sem ég er að gera núna. Svona. Þá þetta komið. Svo setjum ég lím þarna hjá gatinu og lími rauðu stjörnuna þar. Og þá þetta tilbúið. Takk fyrir mig.